Ingvar, tapi fyrir Val hér í dag, hvernig svona, hvar finnst þið þessi fara úrskeiðis? Mér fannst við bara rosalega, við byrjuðum ekkert sérstaklega og endum fyrsta leiklutan illa en 8 stigum undir eftir fyrsta. Svo spilum við frábæran annar leikluta en við vorum bara arfaslakari í þriðja leikluta. Það gáum allt of mikið eftir, vorum lélega, sóknarlega, varnarlega, tóku þær eins mikið að frákostum sóknarlega og þær vildu og ég held að það hafi svona stegið svolítið tennurnar úr okkur hvað við vorum slakar í þriðja leikluta og áttum svona erfitt með að ná vopnum okkar aftur fyrir fjórða. Fyrri hálfleikurinn var svona, það voru áhlaup hér og þar og svona en þið virðist algjörlega brotna við þetta áhlaup í þriðja leikluta, er það ekki svolítið áhyggjefni? Jú, það er það og við sýnum í þessum leik að við getum verið hörku gott lið en við sýnum líka í þessum leik að við erum ekki nógu sterkar þegar það reynir á oft á tíðum og við brotnum algjörlega núna og sóknarlega vorum við bara virkilega slakar. Við svo þær fara að loka teginn og í staðinn fyrir að við svona dreifum úr okkur á gólfinu og gerum okkur klárara þá bara sogumst við inn í pakkan og gerum allar sendingar erfiðar fyrir okkur og vorum bara ekki tilbúnar. Nú er 1 sigur í síðustu 5 leikjum í Dómnusdeildinni, það hlýtur að fara svolítið í andlegu hliðina. Já, ég held að þriðji leikluti sé alveg skýrt dæmi um það. Leið og fyrir gangi illa þá svona hætta þær að hafa trúna á þessu og það er erfitt að vinna leiki svoleiðis. Næsti leikur á móti Breiðablik það við heldur betur harma að hefna gegn þeim eftir 2 töp í síðustu vikurnar. Það hlýtur að vera svona sérstaklega auðvelt að móti vera fyrir þann leik. Já, ég myndi halda það. Ég hélt líka að það var auðvelt að móti vera fyrir bikarleikina á móti þeim. Eftir að það fengi flinkingu á móti þeim í deildinni. Þannig að ég trúi gaurinn að þær mæti klára á 5. En þú segir að gengi illa síðustu vikurnar menn ekkert að fara að stinga hausnum hún í sand, það er bara áfram gakka, eða hvað? Já, ég meina það þýðir ekkert að stinga hausnum í hans sandi, en það hjálpar ekki neitt. Við þurfum að halda áfram að vinna í okkar hlutum og gera þetta saman sem lið og vinna okkur út úr þessu.